Góðan dag. Oddný Sverrisdóttir heiti ég, er prófessor í þýsku og ég ætla að kynna fyrir ykkur hérna meistaranám sem við bjóðum upp á í þýsku. Námið fer að mestu leyti fram í húsi Vigdísar og þetta brosmilda fólk hérna á myndinni er einmitt stendur þar á tröppunum í Veröld. Nú, við bjóðum upp á 3 MA-námsleiðir í þýskunni og þá erum við svona aðeins að líta til þess hvar ætlar fólk að hasla sér völl að námi loknu. Við erum annars vegar með hagnýta þýsku í ferðaþjónustu og miðlun, við erum með MA-nám í þýskukennslu og MA-nám í þýskum fræðum. Ég ætla aðeins að kynna þessar 3 námsleiðir en forkröfur í MA-námið eru þær að nemendur skulu hafa lokið BA-prófi með þýsku sem aðalgrein eða vera með sambærilega menntun. Þannig að þetta er sem sagt meistaranám sem byggir á BA-námi. Nú, MA-nám í hagnýtri ferðaþjónustu og miðlun er 3 misseranám. Yfirleitt eru meistaranámsleiðirnar 4 misseri eða 2 ár. Þetta er 3 misseranám. Það er mjög mikið hagnýt námskeið og við erum svo heppin að vera í samvinnu við hagnýta menningarmiðlun og miðlunarleiðir er til dæmis 1 námskeið í þessari námsleið sem er skylda. Þannig að þarna erum við að líta til þess hvernig komum við þekkingunni frá okkur, hvernig komum við þekkingu frá okkur við mismunandi hópa, mismunandi ferðamenn og það að vísu ekki mikið af þeim núna á landinu en þegar við erum komin út úr þessu ástandi þá verður held ég mjög mikið af ferðamennum og gott að hafa MA-nám í hagnýtri þýsku í ferðaþjónustu og miðlun því að Þjóðverjar eru stór hópur eða hafa verið stór hópur af ferðamennum hingað. Nú, við erum með sem sagt ýmis námskeið á 2 misserum og síðan er 3. misserið loka verkefni til MA-prófs og þarna erum við mjög oft með praktísk verkefni. Ekki fræðilega ritgerð eins og mjög mikið er í MA-námi, heldur tengsl við aðila sem er að miðla upplýsingum til ferðamanna. Nú, við erum líka með MA-nám í þýskukennslu og hér er mynd úr kennsluskráni sem kemur hérna upp. Þarna fyrsta árið tekið á menntavísindasviði. Því þeir sem fara að starfa í framhaldsskólum eða grunnskólum sem þýskukennarar, þeir þurfa að hafa réttindi til kennslu og þau réttindi öðlast maður með því að taka nám á menntavísindasviði. Það helmingur af náminu tekinn þar og síðan seinni hluti námsins tekinn innan þýskunnar. Þar eru ýmis námskeið skylda en það einnig reynt að hafa eitthvað valnámskeið. Og þetta eru 4 misseri, þetta nám. Nú, síðan bjóðum við upp á MA-nám í þýskum fræðum. Þetta er 4 missera, þetta nám í 4 misseri, eða 120 einingar. Og við höfum haft það að leiðarljósi að nemendur taki að minnsta kosti 40 til 60 einingar við erlendan samstarfsskóla. Við erum frekar fámenn deild í þýskunni, við erum fáir kennarar, þetta eru ekki mjög margir nemendur, en það eru oft mjög einstaklingsmiðað nám og þess vegna finnst okkur alveg nauðsynlegt að nemendur bregði sér út fyrir landsteinana og þar sem að þeir hafa stærri bókasöfn hafa kost á því að kynnast erlendum háskólum og taka allavega 40 einingar erlendis. Og síðan þetta námskeið sem eru tekin í þýskum fræðum við þeirri námsleið. Nú, störf að loknu námi. Það er í raun og veru ótrúlega fjölbreyttur starfsvettvangur sem getur beðið þeirra sem ljúka MA-námi. Við höfum haft mikið af fólki sem fer í ferðaþjónustu, menningarmiðlun af ýmsu tagi og miðlun upplýsinga að breyta svo mikið og tekur svo mikið stakkaskiptum bara í raun og veru og að taka miklum stakkaskiptum bara þessa dagana eins og við vitum. Þannig það að miðla þekkingu verður mikilvægara. Þetta getur verið inn á söfnum, þetta getur verið hjá stofnunum, það af ýmsu að taka.
Nú, verslun og viðskipti, það eru ýmis tækifæri sem leynast þar og í alþjóðasamskiptunum. Þannig að það eru ýmsar alþjóðastofnanir sem starfa í Þýskalandi. Það eru náttúrulega ferðaþjónustan, sem ég nefndi, stór hópur af þjóðvinum sem kemur til Íslands. Og það er hægt að starfa við þýðingar eða í bókaforlögum. Árið 2011 þegar við vorum gestaþjóð á bókamessunni í Frankfurt, þá voru þýddar mjög margar bækur yfir á þýsku og það var aldrei verið þýddar jafn margar bækur frá gestalandi eins og Ísland gerði, eins og gert var frá íslensku yfir á þýsku þarna árið 2011. Það var alveg sprengja í því og við vitum það að höfundurnir okkar eins og Arnaldur og Yrsa, það sjást í öllum bókabúðum í Þýskalandi, bara lítil bókabúð, þá sér maður yfirleitt annarkvort þeirra út í glugga. Þannig íslenskir höfundar eru mjög vinsælir í Þýskalandi. Þetta eru mikil tækifæri. Og eins að vinna í bókaforlögum hérlendis. Nú þá er ógleymt kennsla í grunnskólum og framhaldsskólum og annars staðar. Það eru ýmsir sem bjóða upp á þýskukennslu og þá er gott að hafa MA-próf í þýskukennslu og síðan er mjög oft sem fólk hefur fengið störf á fjölmiðlum. Þannig að það er raun og veru mörg tækifæri sem bíða þeirra sem taka MA-nám í þýsku. Nú, við höfum stefnt á því að reyna að nemendur geti tekið hluta af náminu við erlendan háskóla. Við erum með mjög góðan samstarfsskóla sem í Tübingen. Það er ákveðið námskeið sem kennt út í Tübingen og við höfum gert það til 20 ára. Og það er einnig hægt fyrir MA-nema að taka námskeið við háskólann í Tübingen eða vera lengri tíma og við erum náttúrulega með leiðir til að fjármagna það í gegnum Erasmus-styrkina. Og við mælum eindregið með því að taka hluta af náminu erlendis. Nú vona ég náttúrulega að þið hafið áhuga á að fá nánari upplýsingar og þá er ýmsar leiðir til þess. Kannski auðveldast að byrja bara að fara inn á heimasíðu hverjar MA-námsgreinar í þýskunni. Þarna eru slóðurnar. Nú það er hægt að hafa samband við deildarstjóra mál- og menningardeildar, Bernhard, og það er bernhard@hi.is. Vanessa Isenmann er aðjúnkt í þýsku og hennar netfang sjáum við þarna. Og síðan er mitt netfang, odni@hi.is. Og við reynum að svara spurningum fljótt og vel og svo má líka náttúrulega fara bara á heimasíðu háskólans og finna símanúmerun okkar og hringja í okkur. Og ég bara óska ykkur góðs gengis við að velja ykkur meistaranám, en í þýskuna eru þið hjartanlega velkomin eins og stendur þarna á glærunni. Takk fyrir.